Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og við ætlum að halda áfram að tala um bækur. Við náttúrulega munum tala alltaf mikið bækur alveg fram að jólum. Enda sjúklega bókaóð og hættið þið ekki einu sinni þegar jólin eru búin. Nei, bókamannur miklu núna. Þetta rosalegir doðrantar, drengur. Já, og við erum búin að fá hann Erlend Steinar hérna sem er veiðimaður. Hann skrifa nú ekki þessar bækur, hann skrifa hann Sölva Birni Sigurðssyni. Þú last þetta í gegn, nokkurn veginn. Já, ég hef búin að fara í gegnum þetta núna á einni viku og það var bara mjög skemmtilegt verkefni. Kannski segja, ef þetta sést ekki, þetta er stangveiðar á Íslandi og svo íslensk vatnabók. Já, þetta er tvær bækur, önnur, þessi minni, íslensk vatnabók, hún fjallar svolítið hérna sögu veiðana bara frá upphafi, bara frá landnámi og fjallar síðan aðeins fræði þar að segja hvers eðlis vötnin átnar og svo aðferðirnar sem nota til að veiða og svo fiskitegundirnar sem í vötnunum. Þannig að þetta er kannski meira fræðileg bók og í henni mikið af tilvísunum í gamla texta og hérna, mjög skemmtileg og áhugaverð bók. Hin, þessi stóra, þar fer höfundurinn svolítið skipulega í kringum landið og upp á hérna, hálendin og veiðir okkur einhvern veginn í gegnum öll veiðisvæði á Íslandi, það vel flest. Ekki kannski tæmandi úttekt á öllum veiðisvæðum, en fer víða, segir veiðisögur og fjallar aðeins svæðin og hver einkenni þeirra og svolítið veiðibók í gamla stílum, það er verið að segja veiðisögur af mönnum. Já, þannig að þetta einhvers konar blanda af fræðslu, skemmtun og hver var þín upplifun af þessum? Þetta er alltaf einn pakki, þessar bækur hérna. Já. Þetta er sami pakkin. Já, það eru selda saman kom í einum pakka og mér fannst fræðilegri bókin skemmtilegri og meira áhugaverð því að þar kom svo margt fram sem ég bara vissi ekki en hafði áhuga á en hin, þessi stóra sem eru þá meira veiðisögurnar, það er þegar maður er búin að fara ofta að veiða sjálfur, þá kannski maður minna spenntur fyrir að heyra veiðisögur öðrum. Já, en alltaf fyrir þá sem hafa gaman að veiðisögum, þeir detta þá alveg. Já, og það er alveg klassískt hérna á Íslandi, það eru veiðisögubækur og þessi er bara... Þetta er sett tiltölulega skemmtilega fram, þetta er ekki bara eins og... Nei, hann er yfirleitt með á hægri síðunni, þá er hann með texta frá sér, þar sem hann er að segja veiðisögur, bæða sjálfum sér og öðrum. Svo er ofta vinstri síðunni, þá eru gömul kort og tilvitnanir í einhver gömul fræði, gamlar veiðibækur jafnvel eða sögur af veiðimönnum. Þetta er nú ekki beint upp í rúmi að lesa bók. Hún er rosalega stór. Ég fekk lánað barnaherbergið og las upp í rúmið þar. Já. Varstu með hann á gólfinu og lást? Já, lá einhvern veginn. Nei, þetta er svolítið stór og mikil bók og maður þarf eiginlega að sitja í einhverju Chesterfield og hafa bara gott og lesa. Svona, það er þessi svolítið. Þetta er alveg frábær verk og hverrar krónu virði, mælum með þessu fyrir alla veiðimenn og fleiri, bara fólk sem hefur áhuga á Íslandi og sögunni og náttúrunni og öllu, Já, er þetta mikil náttúra í þessu líka? Já, talsvert, en það er kannski helst í sögubókinni, það sem er fjallað bara sögu veiða á Íslandi, ferskvatnsfiska, bara alveg frá landnámi og það er mjög skemmtileg lesning að fræðast það. Hljómar góð jóla að sitja með svona konfektkassa? Já, og bókin í sjálfu sér konfektkassi því að ég las hann ekki frá blaðsíðu 1 og áfram heldur greip inn í kafla hér og hvar og þetta er svolítið alltaf koma góðir mólar Þetta verður potið notað auglýsingu, bókin konfektkassi. Já, þetta er kvót. En hún er ekkit þetta er ekkit fullkomnasta bók í heimi, hún hefur sína galla. Ég til dæmis myndirnar sumar hverja það er eins og það sé ekki nógu góðu litur í þeim, ég veit ekki alveg af hverju það er. Pappírinn á bókinni, þetta er hlýr, mjúkur pappír sem hendar alveg ofsalega vel textanum, mér finnst gott að lesa svoleiðis, en það kannski bitnar þá á myndunum í staðinn. Svo má kannski segja að það er skarast svolítið efnistök svolítið á milli bókanna, þannig að ég veit ekki hvort að það hefur verið alveg nóg, en það er allt í lagi, ég meina þú veist, fæstir held ég lesi báðar bækurnar á einni viku, þannig að En er þetta ekki
bara rosalega mikil saga, er þetta ekki mikil vinna á bak þetta? Þetta örugglega alveg gífurleg vinna. Þú ert sjálfur að skrifa ritgerðum? Já, þetta sjálfsagt margra ára heimildaöflun. Ég meina, hann fer í gegnum gamla kirkjuannála og ferðabækur og jarðabækur, les gömlu ritin, þú veist, Bjarna Sæm og Þór Flóvent, svona, bara fer í gegnum allt, þú veist. Þetta bara ræðislegt. Frábært, þannig að þetta jólagjöf fyrir áhugamönnum veiði og fyrir veiðimenn og áhugamönnum náttúru og allt saman bara? Alveg hygglust. Okay. Mæli með henni. Frábært, takk fyrir að koma, takk fyrir að fá svona bara lesanda, ekki höfundi sjálfan, sem kemur hérna og útskýrir þetta fyrir okkur. Við ætlum að halda áfram eftir augnablik og þá erum við eftir að kíkja á nýtt app sem kallast To Know og svo ætlum við að baka eitthvað. Já. Og höldum áfram hérna í föstudagstættinum og hafa komið að tækninni. Það eru Björn og Matti velkomnir hingað til okkar. Þið voru að gefa frá okkur nýtt app. Þetta nú orð sem ég ekki alveg sátt við það, þá í íslenskri tungu. En þið komið frá Appia. Já, við störfum reynda báðir hjá Stefnu EHF, en við erum hugmyndasmiður af appi sem heitir To Know. Já. Og Appia EHF gerði það. Og það var komið í framhaldi á atvinnu- og nýsköpunarhelginni. Og To Know svona skemmtilegt spurningakviss sem leyfir fólki að deila sínum eigin spurningum, búa til spurningar og deila og spila margvíslega spurningar líka. Og svo svona skemmtilegt tvist á þessu líka, það eru sem sagt fyrirtækjaleikir, eða svona verðlaunaleikir. Þessi fyrirtæki búa til leiki fyrir fólk til að spila og það getur unnið til verðlauna. Og það núna komið allavega vel á 30 fyrirtækja sem að detta inn í leikinn og mörg stór fyrirtæki í Reykjavík og á Akureyri og fleiri stöðum sem að koma með alls konar skemmtilega leiki þar sem verður kannski svona 1 og 2 og 3 skemmtilega spurningar og þú getur unnið allavega vinninga og það náttúrulega það sem vekur fólk, það langar til þess að vinna sko, það allir tilbúinir að vinna eitthvað. Það samt svolítið sniðugt, það fullt af spurningaleikjum en þarna var hægt kannski, það kemur eitthvað fyrirtæki og segir að það pizza í verðlaun eða eitthvað og svo svarar og ferði í pott í kjölfarið. Þú fær svo bara vinningin í síman og getur svo bara mætt á staðinn og sýnt að þú vannst þetta. Nei. Þannig að og svo ef þú getur ekki nýtt þetta, þá getur þú deilt þessu með vinniðinu, þú getur bara ítt að gefa vinn og þá getur þú valið úr vinnarlistu með Facebook eða vini sem hafa stofnað sér bara beint inn í appið, hafa ekki notað Facebook til þess og þá getur þú gefið vinniðinu vinningin og skora stig þannig líka. Magnað, þetta eru líka þessir, það að þú getur samið spurningar sjálfur, þetta getur verið alveg skemmtilegt inn í skólakerfinu til að mynda. Já, akkurat og býður upp á fullt af notkunarmöguleikum. Ef það fyrir í partí nýlega þá sjáum við að það eru allir í símanum og þá er kannski hægt að virkja það. Þú getur búið til þinn leik og deilt með félögunum ef það er eitthvað skemmtilegt í gangi. Eins í skólastarfinu að þú sem kennari ert nýbúin að láta bekkinn lesa einhverja bók, þá getur þú búið til spurningalista upp á því og deilt með bekknum og leyft krökkunum að svara þá viðmóti sem þeim finnst skemmtilegt. Og við erum svo þegar komnir í gang með að á nýju ári að búa til sérstaka skólaútgáfu af appinu. Og þetta heitir svo 2 Know, svo ef fólk ætlar að finna þetta inn á iStore og... Já, þetta til bara fyrir Android í dag, þetta kemur út fyrir iPhone eftir áramót og þú leitar þessu undir To Know-Iceland, eða Ísland og getur líka fundið þetta undir To Know sko, þannig að en svo kemur ensk útgáfa væntanlega á nýju ári, hún heitir bara toknow.is og það var að fara í loftið núna mjög flott síða sem heitir toknow.is og þess að 2 know.is. KNO tvöfaldaf. Já. En þarf fólk að rífa upp vísakortið þegar það ætlar að fá sér To Know? Nei, þú þarf bara að fara í Google Play Store og ná í appið og það er fullkomlega ókeypis fyrir notendur og notendur geta notað til að spila leiki, taka þátt í fyrirtækjaleikjunum og búa til sína eigin leiki án nokkurs kostnaðar. Fyrir okkur svona sem skiljum ekki alveg app heiminn, þið eru sem búin að koma með fyrirtæki, Appia, sem að framleiða upp, þið eru að gefa það inn í síman eða inn í snjalltækin. Hvernig getur fyrirtækið gengið á fríum uppum? Ja, það er frábær spurning. Við sjáum fyrir okkur að fyrirtækjaleikirnir komið til með tekjumódel okkar byggir upp á því að fyrirtæki kaupi sér aðgang að appinu til að deila sínum skilaboðum og sínum leikjum þannig en þetta verður fullkomlega að kostnaðarlausu fyrir notendur. Og við erum ekki með neinar auglýsingar að reitt inn í þessu
sem trufla fólk að spila. Það getur spila bara eins lengi og vill. Það eru yfir 10.000 spurningar til í gagnagrunum, þannig að þú getur reynt getuðina í hinum ýmsustu flokkum, það eru 8 flokkar og það getur aðtöða hvort að þú nær herra metið en einhver vinnuðinn eða gerir betur heldur en seinast þú sjálfur og tekið menningu og kvikmyndir og vísindi og allt milli himins og jarðar, þannig að það er bara hægt að leika sér. Þetta er bara spurningaleikur án landamæra? Algjörlega sko. En erlenda útgáfan, þið segið þið ætla að fara að setja þetta á ensku. Já. Það þýðir að þið ætli hugsanlega að hafa starfsemi þá í enskumælandi löndum, eða Nei, hvað? starfsemi verður meira bara byggð upp hérna á Akureyri, við náttúrulega viljum byggja upp starfsemi hér sko og hugmyndin er náttúrulega bara að leyfa þess að þróast. Þetta er bara verkværi í toknow.is sem verður þessi enska útgáfa, toknow.is, að það er náttúrulega bara, gerir fólki kleift að búa til eins margar spurningar og það vill og það getur gert spurningar sem eru svokallar public spurningar, sem fyrir almenning og þá getur allir spila þar og leikið sér. Svo getur líka læst þeim spurningum líka sko, þannig að við leifum bara fólkin út í heiminum að þróa þetta eins og það vill. Og svo náttúrulega ef það er eitthvað sem fólki finnst óviðeigandi eða annað, þá er þetta að reporta það, bara svona takki sem þú tilkynir og þá er bara að tekja á því máli. En þannig geta náttúrulega erlend fyrirtæki farið að búa til leiki einhver sem er ekkert endilega með starfsemi hér? Nei, það er einmitt. Það er einmitt það sem við sjáum fyrir okkur líka. Við ætlum að leyfa svo það er kannski Íslandi lítill markaður og það er kannski erfitt að reka fyrirtæki eingöngu á svona litlu leik í litlu landi, en þess vegna sjáum við fyrir okkur að reyna að dreifa þessu verkfæri víðar. Magnað, en það er ekkert að fara að koma einhver rosalegu böggur svona, eða einhver galli strax eins og maður heyrir stundum? Við vonum ekki sko, þetta er tiltölulega rautt, allavega skilst mér það á þessum verkfræðingum sem er að vinna, þeir hafa meiri þekkingu á þessu við og svo hefur við náttúrulega fengið líka stefnu hugbúnaðarhús til að aðstoða okkur aðeins og markmiðið er bara að þetta verði bara öruggt og skemmtilegt og þetta er náttúrulega að hugsa til þess að búa til skemmtum bara á milli vina og fjölskyldu og þú skorar á krakkaðinu og nær 7 stigum í þessu, þá skal ég laga til í herbygginu þannig að staðar fyrir það sé að kremja sykur eða eitthvað svoleiðis eins og sumir eru að gera, skilur, Candy Crush og eitthvað svona dótari sko, sem skilur afskaplega lítið eftir sig. Flottir, þá skulum við bara fara að halda áfram. Takk þessum herramönnum fyrir kominu til hamingju með appið. Takk kærlega. Við ætlum að halda áfram eftir augnablik hérna úr pakkhúsinu í innbænum og þá ætlum við að fara að baka. Þá ætlum við að baka fyrir jólin.